Heimir Óli Heimisson, ertu þarna félagi? Já, blessaður. Blessaður og sæll kallinn minn. Hvað segirðu gott í dag? Ég bara þess að gátur. Já, það er kannski við hæfa að byrja að óskaði bara til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Já, þakkaði fyrir það. Þetta var, kærkomið og er kannski orðið, nokkuð ljóst fyrir, hvað getur við sagt þeim 3 vikur síðan að þegar þið tryggðu titilinn að þetta væri bara komið í hús en það þurfti að klára þess að þeirra á leiki sem eftir voru? Já, algjörlega. Við erum búin að vera að spila jafnt og þétt allan vettur, þannig að við vorum bara mjög sáttir fyrir þessi 3 umferðum, en við ákveðum strax í kjölfarið að við ætlum að taka þess að 3 leiki og klára það á fullu og koma með á sigurönni inn í úrslitakefnina. Já. Og það heppnaðist. Það eru nokkri punktar hérna heimi sem ég er búin að skrifa niður hjá mér sem ég langar að fara yfir með þér og kannski bara byrja á byrjuninni. Það er við getum bara sagt sem svo, bara talað íslensku hér, að yfirburðir ykkar í þessari deild í vetur, svona getum við sagt kannski samhliða val, en þó, ég meina þið eruð, svo staðinu núna, 19 stigum fyrir ofan liðið sem er í 3. sæti sem er afturhelding, sem að eiga, reyndar 1 leik til góða. Þetta er mjög góð uppskera. Já, eins og ég segi, við hefum spilað jafnt og þétt í allan vetur og við erum með mjög góðan hóp og við hefum sloppið ágætlega frá meiðslum, þannig að við höfum náð að spila okkar mannskap. Við hefum til dæmis afturhaldingu sem er búin að lenda í meiðslavesinni fyrir áramót, þannig að þetta en við erum búin að spila heldur vel og stígandi í þessu. Eins og við bentum á, þá töpum við 4 stigum í fyrstu umferð og 2 í annarri og síðan töpum við 1 í þriðju umferð, þannig að það er stígandi í þessu og jákvætt, þannig að við bara stefnum að halda því áfram. Já, það eru, eins og við segjum, það er svona áhugaverð tölfræði sem ég hjó eftir því sem að Gunnar Magnússon, þjálfari ykkar, sagði í viðtali í gær eftir leikin að deildarmeistarar, Ólisdeildarinnar síðastliðnu 5 ár hafa ekki orðið Íslandsmeistarar. Það verður auðvitað erfitt fyrir ykkur að klára þetta í ár með þessa tölfræði í huga? Já, tölfræði, skilur við. Þetta var líka, þú veist, þegar Valur var nokkur í bikarnum þá vorum við búin að vinna leiki fyrirfram út af einhverju tölfræði, sko. Og Valur tók okkur í bikarnum, þannig að þetta snýst bara dagsformið og snýst að menn séu fókusera á verkefnið og til að geta unnið það. En að sjálfsögðu er tölfræðin ekki hliðhóll okkur, en við stefnum bara á að afsanna þetta. Já. Og vonandi náðu því. Það er, kannski svona fyrir svona hinn almenna handbolta áhugamann þá svona því að við erum alltaf að tala þessa tölfræði sem er, reyndar í lókdagsins ekkert nema tölfræði eins og þú segir, en það er svona, maður gæti alveg séð fyrir sér þegar Ólisdeildin er að klárast núna deildakeppnin að þið og Valur sem þið spilaðu á móti í gær væru liðin sem að myndu fara alla leið. Er það einhver tilfinning sem að þú hefur líka? Já, maður segir nú alltaf sem minnst í þessu, en bara svona upp á hrokan og allt þetta að gera, sko, en við þurfum að vinna fyrir öllu sem við gerum og við hefum lagt gífulega mikið á okkur til einmitt að ná þessum árangur í deildinni og þessi árangur í deildinni er ekkert sjálfgefinn. Við erum búin að æfa eins og vitleysingar og gera helling til að leggja á okkur til að ná þessu, þannig að þú veist, gæti vel verið, en Valur er gott lið, Afturhelding er gott lið, FH er að koma sterkt upp, IBVF, þú veist, þetta er allt Grótta, þetta er allt hörkulið, skilur, þannig að maður veit ekkert þegar þeir eru fyrst í leiki þegar þeir komið í þessa úrslitakefni. Já. Gunnar Magnússon, tekur við þjálfun Haukaliðsins núna fyrir tímabilið og það er ekki annað hægt að segja en að hann hafi staðið sér nokkuð vel, þó ég held að við getum svo sem verið sammála að það hefur svona verið ákveðin vonbrigði í bikarúrslitahelginni. Hvernig er Gunni svona sem þjálfari, svona getur við sagt frábrugðin öðrum þjálfurum sem að þú er haft í gegnum tíðina? Já, Gunni er bara þannig að hann er rólegri heldur en þeir sem við höfum haft. Meira á svona, hann er mjög svona rólegri og hann auðvitað elskar statistík og svona, vídeo og þannig. Góður í því, en við erum auðvitað vanið því með patta síni fyrra. Og en hann er mjög svona klókur þjálfari, eins og sagt er. Hann kann að stratta leiki vel, þannig að hann er mjög góð í því. Það er, að því að við vorum að tala áðan að þegar þið kláruðu þennan deildarmeistaratitil núna á dögunum þá biðu 3 leikir eftir og þá reynir svolítið einmitt á, eins og maður segir, þá reynir svolítið á kennsku bæði þjálfarans og leikmanna að halda haus og ég meina þetta eru 3 leikir sem þið hafið spilað síðan þau eru deildarmeistarar, það er 14 marka sigur á Fram,
13 marka sigur og IR og svo sigur og heimavill í gærkvöldi á móti Val. Þetta er bara nokkuð vel gert. Já, algjörlega, og eins og ég sagði, við settumst bara niður eftir þennan leik og þá voru sett bara ný markmið og markmið fyrir hvert leik og eins og fram leikunum, það var, þú veist, ég man ekki hvort það var eitthvað spá hjá ykkur sem kotið þín og spáði því að við myndum tapa og þú veist, það er þetta bara mótar okkur og við reynum að vera fagmenn í þessu, þannig að ef þú ert fagmaður í þessu þá viltu vinna hvern einasta leik og sigurhefðin í Haugum er þannig að ef þú tapar þá er grútleðilegt til okkur á æfingum þá vikuna, það skiptir engum mál hvort leikur skiptir ekki neinu máli eða ekki, sko. Núna fáum við fótbolta í uppbytun næstu 1,5 vikuna, þannig að við erum sáttum með það og í staði fyrir leiðilegasta leik ever sem heitir rángstæðleikur. Þannig að við erum bara, já, það er sigurhefðinni það mikil og við settum okkur markmið, þú veist, Matti stettur út, hann fer erlendis og þú veist, þá ég og Nonna spila okkur meira saman. Við erum ekki vanið að spila saman í vörnina. Það er meira Matti annarkvort með öðru okkur okkar, þannig að við sáum fram á það að við getum spila okkur saman, þannig að þú veist, maður veit aldrei hvað gerist í þessu, það er bara fínt ef breiddin er meiri í liðinu, þannig að við vorum bara að auka breiddina í okkur þess að ferjáleiki, spilum 5-1 á móti IR, hún kemur flott út, þannig að við náðum að auka og náðum að bæta í búið, miklu meira, þú veist, þannig að við leiðum okkur frekar að bæta í og gera þetta víti, heldur hún að vera grútfúlir eftir þessa þrjáleiki og koma ekki á neinu rönn inn í þetta. Núna verður skemmtilegt að æfa næstu vikurnar fyrir úrstakefnina. Og er þá ekki, ég meina, er ekki skilabóðin einföld að það er búið að spila fyrirlega út úr liðinu? Ég segi það nú ekki. Matti er búin að spila frábælega og gífulega mikilvægur liðinu. En það er press á Matta. Matti hefur, hann er ekki búin að taka við neinum titli í ár, hann er ekki í deildabikkarnum og ekki í deildinu núna, þannig að það er eins gott að hann vilji lyfta þeim stóra með okkur í lok tímabils. Þannig að já, en eins og ég segi, Matti gífulega mikilvægur liðinu, þannig að ég bara verður guðslandi feginn þegar hann kemur tilbaka. Já, það eru þetta þessir 4 leikir sem eru spilaðir annarkvöld sem eru mjög athyglisverðir og í rauninni eru þetta. Nú er þetta orðið allt í einu miklu meiri keppni að tryggja sér hennan heimaleikjarétt fyrir úrslitakeppnina. Hvernig sérðu þessa leiki fyrir annarkvöld? Ertu búin að mynda þér einhverja skoðun af því hvaða lið þú sér klára heimaleikjaréttin? Sko, ef ég á að segja alveg þessu þá ég hugsa svo mikið lítið önnur lið að ég veit að Fram og Akureyri að fara að spila. Af því að við getum mætt annarkvöður þeirri liða. Síðan ekki hverjur, F á móti F og IR Afturhelding IR er örugglega hundsvektur eftir síðasta leik, þannig að þeir vilja örugglega klára þetta tímabil með sæmd og vilja vinna F-fangarna, en F-fangar líka grútfúlir eftir grótuleikin og vilja enda sem að hefðist og hafa verið að spila örugglega mjög vel eftir áramót, þannig að maður sé þá alveg ef það er haldið áfram rétt að spila sko, þá getur það alveg IBF afturhelding sko, samkvæmt því sem þeir hafa verið að spila eftir áramót, þá ætti afturhelding að taka það, en það má engin vann með þetta IBF er svo mikið stemningslið, það þarf ekki nefn eitt leik að kveikna þeim sko. Já. Þannig að og svo er náttúrulega ég segi já, fyrir ekki nei, svo ætla ég að segja svo náttúrulega má ekki gleyma að það náttúrulega leikur grótta Víkingur er síðasti leikurinn sem er annarkvöld og Víkingar hafa nú heldur betur verið að sína hvað einn býr eftir að þeir voru fallnir niður í fyrstdeildina og gróttaði út í harðri keppni að reyna að tryggja sér heimaleikja rétt, þannig að þetta er bara hver hörkuleikurinn og fætur öðrum. Já, algjörlega, og eins og með Víkingarna algjör synd fyrir þá að fara niður af því að þeir, eins og þú segir, þeir byrjuðu loksins að spila vel þeir fellur niður. Það er oft með þessi lið sem falla, pressan fyrir af þeim og þá fara að spila vel sko. Þannig að en vonandi ná þeir bara halda sínum mannskap og koma aftur upp af því að maður vill Víkingar auðvitað stórveldi í boltanum og umgjörði fín hjá þeim, þannig að maður vill það var gaman að sjá þá og eins og ég ekki aftur upp, þannig að þetta er bara eins og þú séu Stjarnan gerði þetta fyrirmyndar núna, heldur sínum mannskap og að langmestu leiti og kemur strax aftur upp og er að byggja vel upp, þannig að maður, eins og ég segi, það verður og Grótta þetta kemur líka upp frábært stæmi Vitum við?
Nú, mistu við. Ertu það þeim meir? Halló, Já, hann ertu. það er út. Já, kom eitthvað smá hjá okkur. Já, það er alveg rétt, það er alveg rétt eins og segir. Það er auðvitað það sem maður myndi vilja sjá gerast með eins og Víking og ÍR, að þeir næðu að halda sínum svona bestu leikmönnum til að reyna að tryggja það að komast upp í ólistildina sem fyrst. Já, líka bara að breyka þetta út og við erum að sjá, við þurfum að halda spilunum vel að okkur handboltinn til að halda áfram að reyna að breyða þetta út og þessi útvarpsþjóð fyrir þér til dæmis algjörlega til fyrirmynda með útbreiðsla handboltans og við þurfum aðeins að fara að markasetja okkur aðeins betur, allir. Þannig að rosalega mikið að þessi lið gleymist ekki sem er að falla og þau halda áfram að koma upp og verði sterkari. Já, mikil ósköp og halda áfram að reyna að styrkja fyrstutildina líka því að það eru líka leikmenn sem eru virkilega frambærilegir og geta orðið bara mjög góði leikmenn í framtíðinni. Algjörlega og ég hef nú farið á nokkra leikina í fyrstutildinni ár og það er gaman að sjá þetta, það er margir ungir og sem eru að spila líkið hlutverk og liðið verður líka að styrkja stoðin undir þá og halda vel utan mannskapinu. Já, algjörlega. Ég ætla rétt í lokin Heimir Óli áður ég sleppi þér. Það var, getum við sagt, svona hjartnæm stund á Ásvöllum í gærkvöldi þegar þið tóku á móti þessum deildameistaratitil þar sem að Þórarinn Leví Traustason lyfti bikarnum þarna og það er ég nú nokkuð vissum að það hafi svona farið gæsahúð ansi marga. Getur þú sagt okkur örlítið aðeins frá þessu máli öllu saman? Já, hann Tóti Þórarinn er búinn að vera í krabbameinsmeðferð núna undanfarið og búinn að glíma við erfið veikindi og tímabili og hann er Tóti hefur staðið sig algjörlega fyrirmyndar í þessu ferli sínu og hann er bara búinn að koma okkur einustu æfingu þegar hann getur og æft eins og vitleysingur og sprengt sig og staðið sig bara algjörlega sem hetja og þetta var bara ósk okkar allra, strákana og þjálfara og allra að Tóti geti verið með okkur í leiknum í gær og síðan þar og ekki þá er Matti fyrirlegan okkar erlendis. Þannig að okkur fannst ekkit sjálfsagður en að Tóti myndi þetta bara taka við bikarnum fyrir okkar hönd og styrkja ennþá meira í þessari baráttu og baráttan hjá hann gengur vel og það standi allir 100% í baki á hann Tóta og við vorum okkar sem bárum 80 í gær til að ennþá meira til að styðja við baki á honum og í leiknum og þannig að það er bara eins og ég segi, það er bara til fyrirmynda hvernig hann stendur sér drengurinn. Við tölum ekki handbolta þegar svona hetjur eru annars vegar sko. Nei, það er hárrétt hjá þér Heimir Óli og ég vil nú bara taka undir það að það er nú ekki bara hans barátta sem þetta fyrirmyndar heldur fannst mér þetta framtaka ykkar einnig vera til fyrirmyndar í gær og ég vil bara hrósa ykkur innilega fyrir það. Já, þakka fyrir það. Og ég held að við látum þetta á þessum fallegu nótum Heimir vera bara loka orðin í okkar spjalli í dag, gangi ykkur allt í haginn í úrslitakeppninu og innilega til hamingju með deildarmeistaratitilinn aftur. Þakka fyrir. Takk, við erum í bandi, heyrumst, bless. Bye.